og það eiginlega svo margir hlutir að maður bara getur sögt sér í þetta og gert bara ekkert annað, bara verið í því að tryggja öryggi og gleyma því að maður að reka fyrirtæki sem að veita þjónustu og þess vegna skiptir máli að ná yfirsýn og velja réttu hlutina og ég svona sett upp þennan svona hring, svona við getum kallað þetta svona continuous improvement hring, þannig að við förum í gegnum hann bara að þá forvarnir eru náttúrulega mjög mikilvægur þáttur í því að verjast tölvuinnbrotum og það sem maður myndi kalla bara svona prevention á ensku og þar eru þetta alls konar hlutir þar sem maður kemur í veg fyrir að hægt sé að brjótast inn eldveggir og þessi IPS-kerfi, vera með öruggan kóða, veikleika skanna og vera á undan að laga. Nú þjálfun og þekking er eitthvað sem eins og í öllu öðru skiptir gríðarlega miklu máli og mín upplifun eftir að hafa verið að tala þetta núna í 2 mánuði eða svo að hún að á Íslandi þá henni verulega ábótavant. Það er rosalega þröngur heimur sem að hefur þessa þekkingu sem þarf til þess að átta sig á hvað skiptir máli í netöryggismálum á Íslandi. Og við þurfum að efla þessa þekkingu og þjálfa okkar hæfa fólk í fyrirtækjunum til þess að takast á við þetta. Nú síðan náttúrulega kannski eitt af því mikilvægasta er að átta sig á hvað maður með, hvað maður með í höndunum sem er hægt að taka frá manni eða gera við mann og reyna að afmarka það og vera ekki með hluti sem eru óþarfir. Nú forvarnir eru líka kannski það að undirbúa það að það verði brotist inn hjá þér og það til dæmis að logga allt flæði inn og út af þessum nettengdu vélum sem að fyrirtækin eru með eða vefum eða þess háttar og afritatökur eru gríðarlega mikilvægar. Vera að gera mjög stöðu og reglulega afrit því að þau hjálpa gríðarlega mikið til í greiningunni og náttúrulega auðvitað að koma starfseminni aftur í gang og þannig að ég mæli með því að menn hugsa þessa hluti. Nú síðan það náttúrulega bara staðreynd að það alveg sama hversu mikla forvarnir maður gerir að það alltaf möguleiki að það veri brotist inn og þú alveg sama hvað maður reynir að þá alltaf verið að finna nýjar leiðir og eitt af því mikilvægasta í þessum hring er þessi uppgötunarfasi, það þessi detection fasi, það að vera fljótur að átta sig á að það sé búið að brjótast inn til þín og til þess þá eru fullt af fyrirtækjum í heiminum í dag með alls konar svona eftirlitskerfi og með tilraunum til að brjótast inn, eftirlitskerfi með hegðun, hversu hratt verið að fylla út þessa síðu eða frá hvaða vélum þetta og svo framvegis og eins eru kerfi sem að fylgjast með flæðinu út, eitthvað óeðlilegt að fara út frá vélunum ykkar, einhver gögn sem ætti ekki að vera að fara út og grípa það þótt maður sé ekki beint að grípa innbrotstilraunina. Allir þessi hlutir geta hjálpað til við að grípa þetta sem fyrst og þá þetta að bregðast strax við og takmarka tjónið. Nú annað sem náttúrulega hluti af svona góðum hugbúnaðarferlum, það þessi breytingastjórnun og það að fylgjast með og halda utanum alla breytingar sem að gerir á hugbúnaði og uppfærslur, lagfæringar, tilfærslur, allir þessi hlutir sem að þarf að halda utanum til þess að átta sig á hvenær maður breytti einhverju sem hafði einhver áhrif. Nú, svo kannski mín sérgrein eftir þessa 2 mánuði, það eru viðbrögðin. Við
auðvitað leið og þetta gerðist að þá fór í ganga ákveðnir hlutir sem að fylgja bara því öryggisstjórnkerfi sem að fjarskiptafyrirtækin bara vinna eftir. Þau eru bara með lagaramma í raun að gera það og neyðaráætlun er eitthvað sem er byrjað á að virkja og ég myndi segja að flest þessi atriði hérna þau eiga ekki bara við fjarskiptafyrirtæki, þau eiga auðvitað við bara öll fyrirtæki sem eru með vefi eða vélar tengdar við netið og það að hafa góða neyðaráætlun sem tekur ekki bara tillit til tæknilegra þátta heldur líka annara, PR, samskipti við viðskiptavini og svo framvegis. Það getur reynst mjög hjálplegt í svona neyðarástandi eins og getur verið ef að gera svona hlutir eins og gerist í okkur. Þannig að neyðaráætlun, góð neyðaráætlun sem er endurskoðuð reglulega, hún er mjög mikilvæg. Nú, annað sem er mjög gott að gera þegar maður uppgötar að er búið að brjótast inn hjá manni, það er þetta atriði, þetta er gríðarlega mikilvægt atriði. Það er að taka snapshot af vélinni og minninni ef að það er möguleiki áður en að þú slekkur eða tekur þessa vél úr sambandi og vegna þess að leið þú ert búin að gera það þá ertu búin að eyða svolítið ummerkjunum og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að reyna að hafa sem bestu og svona hreinlegustu lýsinguna á því sem að gerðist þegar að tölvuþrjóturinn komst inn. Nú, kalla út rétt af fólkið innanhús, það er eins og þið sjáið, það er fullt af hlutum sem þarf að fara í. Það er bara hvernig að bregðast við kerfislega, ef að setja upp vefinn aftur, við þurfum að finna afritin, við þurfum að taka þessi snapshot, við þurfum að huga PR-málum, greiningar á gögnunum eins og í okkar tilfelli, þar sem það var stolið gögnum, þá þarf að greina hverju var stolið og það getur verið svolítið flókið að finna út úr því hverju var raunverulega stolið og eins og ég fer yfir á eftir að við fórum í mjög ítarlega greiningu á því vegna þess að við vildum vera algjörlega handviss hvað hefði raunverulega verið tekið. Nú, já, svo það er náttúrulega veffólk og það þarf að bregðast við. Annað sem að ég mæli með, við fengum mjög góða hjálp þegar við lentum í innbrotinu frá öðrum fyrirtækjum sem komu bara einlega fyrra bragði og buðust til að aðstoða okkur og hún reyndist gríðarlega dýrmætt, sú aðstoð. Og það er að fá svona sérfræðinga í svona tölvuinnbrotum til þess að hjálpa sér að greina hvað gerðist. Þegar þið viljið vita hvað hefur gerst, hefur eitthvað verið tekið, er búið að leka einhverju, er búið að planta einhverju öðru einhvers staðar annar staðar eftir að maðurinn komst inn og hafa menn kannski komist lengra. Tilkynna kreditkortafyrirtækjum, líka þótt að þið haldið að það sé ekkert að það hafi ekki farið inn kreditkortagögn. Þeir eru með hugbúnað og geta aðstoðað fyrirtækin ef maður lendir í innbrotum til þess að bara greina einhver möguleiki einhverjar kreditkortaupplýsingar hafi farið og þeir hjálpuðu okkur í okkar tilfelli og sem betur fyrr vorum við ekki með nein raunveruleg kreditkortagögn sem að fóru svona allavega ekki úr okkar gögnum. Nú svo er ég með annað ég veit að Hrafnkell ætlar að tala netöryggisveitina og Póst og Fjar hefur mikinn metnað fyrir því að netöryggisveitin nái að sinna sínu hlutverki og það þarf auðvitað að fara yfir eftir þessa atburði, er hlutverki rétt skilgreint og svo framvegis en ég allavega mín tillaga er að leið eitthvað svona gerist, maður á að hafa samband og láta vita og okkur hefur vantað og okkur vantar vettvang til þess að miðla þessum upplýsingum þegar eitthvað svona gerist. Þannig að
þannig að menn geti átt að sjá, hefur eitthvað sambærilegt verið að gerast hjá mér, hefur hafa þessi sömu aðilar komist einhvers staðar annars staðar inn og svo framvegis, og það getur skipt máli hversu hratt þú færð þessar upplýsingar og hversu auðvelt að vinna úr þeim, og allavega meðan við höfum ekki neitt annað, að þá held ég að sko netöryggisveitin sé eini svona samnefnarinn sem að fyrirtækin hafa. Svo svona fjórði þátturinn svona greiningin. Það svona eftir að þetta búið og svona immediate viðbrögðin hafa farið fram, þá fer maður yfir. Hvað gerðist, hvað fór úrskeiðis, hvað hefði mátt fara betur, og hvernig getum við komið í veg fyrir að þetta gerist aftur. Og þetta á náttúrulega ekki bara við ef þú lendir í innbroti, þetta á líka við bara tilraunir til innbrota og eitthvað sem að gerist sem að hefur þau áhrif að það kallar fram viðbrögð hjá manni. Og uppfæra neyðaráætlanir, það alltaf eitthvað sem að kemur í ljós þegar maður lendir í tölvuinnbroti eða náttúruhamförum eða einhverjum alvarlegum bilunum, að það alltaf eitthvað sem að kemur upp sem að gæti verið aðeins betra, og það mjög mikilvægt að fara alltaf yfir þetta. Nú, ef við kannski svona horfum aðeins meira á umhverfið hjá fjarskiptafyrirtækjunum, og að þá þetta ímyndað sér að þetta sé svona einhvern veginn svona, við erum með einhver fjarskiptakerfi og þau eru auðvitað lúta mjög ströngum reglum og hafa ákveðin ramma sem að þarf að fylgja, og fjarskiptafyrirtækin almennt held ég að séu að passa mjög vel upp á aðgengi og upplýsingar sem eru í fjarskiptakerfunum. Og eins í viðskiptakerfunum, það sem að geta verið til dæmis kreditkortaupplýsingar eða viðkvæmar persónuupplýsingar, að þar sé aðgengið stýrt eftir bestu aðferðum. Og svona ef maður horfir á þetta svona og hugsar, svona var þetta hjá okkur, hjá Vodafone, við vorum töldum okkur verið að gera þetta bara mjög vel og vorum mjög ánægðir með okkar öryggi og höfum alltaf tekið þessu alvarlega, en við kannski vorum ekki með rétta skópið. Það hefur allavega greinilega komið í ljós. Við vorum ekki með að passa upp á alla hluti sem við hefðum átt að passa upp á. Öruggur kóði eitt, og það að öryggi skanna kóðan og passa upp á hann sé í lagi á einhverjum tíma, það hjálpar kannski ekki eftir hálft ár þegar það er búið að finna upp nýjar aðferðir til þess að brjótast inn og svo framvegis. Og kannski það sem er kannski mikilvægast í þessu með gögnin, eins og allir vita og við lentum í, að sko, það er bara að fara í gegnum þessi gögn, átta sig á hvar eru viðkvæm gögn og hversu viðkvæm eru þau, og hvernig eru aðgangsmálum og möguleikum að brjótast inn háttað í þeim kerfum, og þá velta fyrir sér, þarf ég nauðsynlega að vera með þessi gögn? Er hægt að leysa þetta á einhvern annan einfaldari hátt? Og ef ekki, að þá að vera með dulkóðun sem að stenst. Það er ekki nóg bara að segja að ég er með dulkóðun og það er allt í lagi, heldur verður dulkóðun að vera dulkóðun sem að stenst kröfur hvers tíma, og ég hef lært það svolítið af þessum sérfræðingum sem að hafa verið að vinna með okkur, að þeir tala mikið um þetta, að dulkóðun er ekki bara dulkóðun. Við þurfum að passa verulega upp á hvers konar dulkóðun við erum að nota. Kortaöryggi, fylgja stöðlum auðvitað, afmarka aðganga, stöðugar veikleikaskannanir. Það er ekki nóg bara að gera úttekt eftir að vefsíðan manns hefur verið hökkuð og fara yfir það, tekkum nú á kóðunum okkar og gera það og tekka það af og síðan að halda allt sér í lagi. Við þurfum alltaf að vera að gera þetta aftur og aftur og aftur. Vegna þess að það er, eins og ég var að segja, það er alltaf verið að finna nýjar leiðir til þess að brjótast inn.
Og svo annað sem að við erum að vinna í núna og það að neyðaráætlunin taki til allra þátta. Það er svona neyðaráætlunin okkar hingað til, hún hefur verið svolítið afmörkuð við svona tækni hlutan, að taka á tæknimálunum og öryggi tæknilega en eins og í þessu máli að þar voru sko, við vorum 100 manns að vinna í fyrirtækinu alveg dag og nótt, þarna 4-5 daga eftir innbrotið og það voru frá öllum sviðum og alls konar vinna í gangi sem að varða að grípa til og það hefði auðvitað verið og við lærum mikið af þessu. Það er mjög gagnlegt að vera með þetta fest niður í ramma þannig að allir viti sín hlutverk þegar svona kemur upp. Og svo kannski það sem að ég er að segja efst, sko, greina kjarnan frá hisminu. Það er hægt að gera ótrúlega margt í öryggismálum. Og maður getur eytt alveg svakalega miklum tíma í það. Það sem skiptir máli það er að finna réttu hlutina. Það er að finna út hvar er raunverulega hættan og gerir ráð fyrir að vera brotist inn. Gerir ráð fyrir að vera brotist inn hvar sem er og hugsiði hvernig getur maður lágmarkað tjónið. Og þetta, ég held að þessi hugsunarháttur sé mikilvægur til þess að afmarka sig, til þess að reyna að vera ekki með of mikið af gögnum út allt og til þess að átta sig á hvar skiptir máli að ég sé stöðugt að veikleikaskanna eða með eins stífan aðgang og fræðilega mögulegt. Nú og síðan náttúrulega bara eins og ég var að tala áðan í þessum hring með svona forvarnir, detection, uppgötanir og viðbrögð og greiningu. Að grípa innbrotið strax gríðarlega mikilvægt því að þá nær þrjóturinn ekki að athafna sig. Og ég ætla að rúlla bara, setja aðeins í annan gír, Orri er farin að hóa í mig. Hvað gerist í innbrotinu hjá okkur? Það var, ég held að þetta sé kannski svolítið þekkt, það var einhver erlendur tölvuþrjótur sem að nýtti sér veikleika í kóða á heimasíðu. Þetta var kóði sem að var í raun ekki lengur í notkun en hann náði samt að nýta sér hann. Og síðan lítur allt út fyrir að það hafi einn byrjað og fleiri bæst við. Bjóð sér til bakdyr og færði gögnin af vefþjóni gegnum þær og það sem hefur komið í ljós að þetta var engin prófessor í innbrotum, þetta var bara svona skriftkiddi sem að var með góðan hugbúnað til þess að skanna og finna veikleikana og svo annan hugbúnað til þess að búa til bakdyrnar. Þannig að hann lét bara svona einhverja aðra búa til hugbúnaðin sem að hjálpaði sér að brjótast inn og gera skaðan. Og við höfum gert alveg rosalega margt til þess að bregðast við og hér eru ýmsir hlutir og kannski það sem að við höfum ákveðið er að vera með öryggi kannski einu þrepi ofar heldur en gögnin sem er heldur en mikilvægi gagnanna sem er á bakvið kerfin og það má segja til dæmis eins og núna þegar við opnum mínar síður að við erum við teljum okkur vera með mjög þægilega leið til þess að skrá sig inn samt örugga og gögnin á bakvið eru samt þannig að þau þola alveg að þannig laga að það sé hægt að brjótast inn, að það sé brotist inn og þeim stólið. XSX-merkingar er eitthvað sem er búin að taka upp núna allstaðar, ekki bara í mínum síðum, heldur líka í raun svona á almennum sundurliðunum á reikningum. Og við fáum mjög jákvæð viðbrögð frá viðskiptavinum með það. Við erum að nota þetta Bcrypt, ég er nú ekki sérfræðingur í dulkóðun, en
en Bcrypt samt svona eitt af þeim svona viðurkenndu aðferðum sem í dag sem hægt að nota til þess að dulkóða þokkalega, ég myndi segja þokkalega öruggt, þannig að vera að lofa miklu. Nú við höfum farið yfir alls konar hluti í okkar ferlum og verklagi, við höfum búin að uppfæra verklagsreglunar okkar meðferð persónugagna og við geymum engin gögn lengur á þessum vefum og þessum vélum, þau eru bara ekki þar. Hvað framundan? Við erum búin að vera að vinna í 27.001 vottun í svolítinn tíma og við höfum verið að vinna eftir þessum staðli í tiltölulega langan tíma en kannski ekki alveg með allt skópið sem við þurftum og við erum að breyta því núna og við verðum með mjög umfangsmikla 27.001 vottun þegar við klárum hana í sumar. Og við erum búin að vera að gera úttektir á öllum okkar nettengdu vélum og umbætur og fá utanaðkomandi aðila, innlenda og erlenda til þess að skoða þetta. Og við erum að endurskoða neyðaráætlun, taka til allra þátta. Við erum að undirbúa þjálfun og við erum að reyna að miðla okkar reynslu vegna þess að það mín upplifun að bara samfélagið þarf á aukinni svona netöryggisvitund að halda. Nú þetta búið að taka svo mikinn tíma að ég er að sleppa seinni hlutanum. Ég ætlaði að byrja á YouTube-vídeói og en það er bara ágætt, það er svo dýrt þetta erlenda niðurhal. Þannig að það kannski er ágætt að ég sleppi því. Ég þakka bara kærlega fyrir. Við höfum samt tíma fyrir eina spurningu fyrir Kjartan ef einhver er. Já. Já, kannski standur upp og kynnið þig og spyrjið. Já. Hvað með fjarskiptafyrirtæki sjálf? Við erum að tengjast ykkar fjarskiptakerfum. Hvað er fjarskiptakerfin gera til að tryggja rekstraröryggi fjarskiptakerfum og aðgang fyrirtækja af þeim? Hvað geta og mega fjarskiptafyrirtæki gera? Sko, varðandi öryggi fjarskiptakerfanna sjálfra að þá nokkuð góður rammi til utan það, bæði svona regluverk og líka svona staðlar og vinnuaðferðir og það í raun og veru öll fjarskiptafyrirtækin bundin af því að vinna eftir þessum ferlum og eru að gera það nú Póst og Fjarri til dæmis búin að boða úttekt og þá eru farið yfir þetta og eru fyrirtækin og ég held að það hefur verið farið inn til allra stærstu fjarskiptafyrirtækjanna allavega og þá eru bara farið einmitt yfir það hvernig eru fyrirtækin að standa sig í því að fara eftir því sem þeim eru sett og þar eru einmitt bara svona öryggisviðmið eins og með aðgengi að kerfum og vernd persónuupplýsinga og svo framvegis. En auðvitað verða fyrirtækin sem eru að miðla gögnum eins og segjum til dæmis gagnaflutningsnetin, að þau hafa sjálf möguleikan á að taka svona skref í örygginu til dæmis með að dulkóða þau gögn sem að fara og það eru sum fyrirtæki að gera það og ég hvet þá sem að eru að flytja viðkvæm gögn að hugsa það. Við tökum þessu allavega mjög alvarlega, bæði fyrir en ekki síður eftir og munum hjálpa fyrirtækjunum að geta varðveitt sín gögn ennþá betur heldur en að vera að gera í dag. Takk Kjartan kærlega fyrir.